íslenskrar málnefndar og nú eru þið laus við mig í 90 mínútur því að nú tekur stjórnina fundarstjóri, varaformaður íslenskrar málnefndar, Eva María Jónsdóttir. Velkomin, Eva. Já, takk fyrir kærlega, Ármann. Það er alltaf yndislegt að sjá fólk bara fyrir það fyrsta, sjá framan í fólk. Og núna fyrst ég komin svona veikla fjarlæg frá öllum, þá má taka af sig grímuna. Já, það er sem sagt streymt frá þessum viðburði og við sýnum tækninni smá tillitssemi. Drögum aðeins seimir hérna í upphafinu. Og það er komið. Verið bara hjartanlega velkomin á þetta málræktarþing. Einstaklega þægilegar aðstæður hér til að spjalla við ykkur. Já, við bara slökkum á þessu. Við erum bara ekkert að hafa þetta hérna uppi. Við erum bara ljúft og skylt að slökka á þessu og setja hérna frábæra heimasíðu í loftið frekar. Íslenskan.is sem er heimasíða íslenskrar málnefndar. Og þar er hægt að skoða hvað málnefndin er að gera. Ef einhver áttar sig ekki á því hvað málnefndin er að gera, þá eru þarna allar fundargerðir og ýmsar fréttir af starfinu. En framundan hjá okkur eru þessar 90 mínútur sem við höfum öll ákveðið að helga íslenskri tungu, sem er frábæra ákvörðun hjá öllum sem eru mættir. Ég ætla aðeins að fara yfir COVID-formsatriðin. Ef þið sitið svona stök eins og margir gera, þá getið þið verið grímulaus. Ef þið eruð í minna en 1 meters fjarlægð frá næsta manni, þá er ætlast til þess að fólk hafi grímu og nema þið séu náttúrulega sambýlisfólki eða í mjög nánum samskiptum hvort þið er. Þannig að þetta var svona helstu formsatriði. Auðvitað eru allir frjálsir hér inni, en Þjóðminjasafnið veitir þessar leiðbeiningar og fer eftir þeim, leitist við að fara eftir þeim, takið eftir því að búið að taka hérna niður nöfn og númer hjá öllum. Þannig að ef upp kemur smit verður hægt að rekja það. En það sem er framundan eru 5 frábær erindi sem að við höfum ekki heyrt áður og erum mjög spennt að heyra frá góðum liðsmönnum og fagmönnum á akri íslenskunar. Og svo í lokin þá verðum við vitni að því þegar að veittar verða viðurkenningar fyrir vel unnin störf í þágu íslenskrar tungu og Ármann mun taka þá aftur upp þráðinn og við bíðum spennt að sjá hverjir fá viðurkenningarnar í ár. Svo verður boðið upp á kaffiveitingar hér frammi, þá auðvitað getið komið með það hérna inn og verið frammi og verið frjáls af því að njóta þess að vera hérna saman. Nú kannski ekki stórkostlega mikið að mannamótum búin að vera hjá okkur undanfarið, þannig að þetta verður örugglega frábært partí. En fyrstan hingað upp býð ég hann Ásgrím Angantínsson að koma og lesa upp ályktun íslenskrar málnefndar stöðu íslenskrar tungu 2021. Gjör svo vel. Já, komið sæl. Ég vissi reyndar ekki að þið hefðu þetta fyrir framan ykkur þegar ég læsi, en við skulum bara lesa þetta þá í sammenningu. Ég lesi upphátt sem sagt, og þið kannski af blaðinu. Ályktun stöðu íslenskrar tungu 2021, mál uppeldi barna og skólakerfið. Leikskólastig. Á fyrsta skólastigi eru börn á máltökuskeiði. Nauðsynlegt er að þau fá fullnægjandi málörvun á þessu sérstaka næmiskeiði til þess að öðlast eðlilegan málþroska. Í ljósi þess þarf að leggja mun meiri áherslu á málörvun og málþroska í aðalnámskrá leikskóla en gert í núgildandi aðalnámskrá. Íslenska þarf að vera í öndvegi í öllu starfi. Eins er brýnt að það sé fjallað börn sem eiga annað móðurmál en íslensku og að stutt sé samhliða við málþroska þeirra í móðurmáli sínu og íslensku, enda er sú færni sem þau öðlast í gegnum móðurmál sitt grunnur af öllu öðru námi. Fjölbreyttur bakgrunnur leikskólabarna kallar á að móðurmálskennsla miðist ekki aðeins við börn sem hafa íslensku að móðurmáli. Kennarar þurfa einnig að fá þjálfun í að kenna íslensku sem annað mál og vera vakandi fyrir breytilegum þörfum og málþroska barna.
Grunnskólastig. Málfærni barna í grunnskóla leggur grunn að síðara námi. Íslenska er ekki einvörðungu námsgrein, heldur mikilvægasta verkfærið í náminu og færni í íslensku stuðlar að auknum lesskilningi. Mikilvægt er að börn á grunnskólaaldri mæti því viðhorfi að þau séu góð í íslensku, til þess að þau velji síður ensku eða önnur mál fram yfir íslensku. Brýnt er að endurskoða umfjöllun læsi í aðalnámskrá grunnskóla og skilgreina læsistefnu á öllum námstigum. Til þess að menntakerfið sé fært að sinna þessu hlutverki þarf að gera stór átak í menntun og endurmenntun kennara. Tryggja þarf að kennslustundir í íslensku sé ekki færri en í nágrannalöndunum. Einnig þarf að ráðast í endurskoðun á inntaki í íslensku kennslu og marka skýrari stefnu hvað eigi að kenna og hvenær og að hvaða markmiði skuli stefnt. Ef námskrár eru ekki nægilega skýrar að þessu leyti, er þess ekki að vænta að nemendur eigi auðvelt með að átta sig á þeim heldur. Íslenska sem annað mál. Marka þarf heildarstefnu í málefnum nemenda með annað móðumál en íslensku, enda kemur slakur lesskilningur hart niður á þeim og getur valdið því að þeim gengur verra að fóta sig innan skólakerfisins. Þetta áraunar ekki aðeins við lesskilning, því að nauðsynlegt er að veita nemendunum þjálfun umfram það sem gert er í almennri íslenskukennslu. Slíkt kallar á að kennsla í íslensku verði efld til muna í menntun verðandi kennara og ná einnig til kennslu í íslensku sem öðru máli. Kennarnám. Stór auka þarf vægi í íslenskukennslu sem skyldugreinar fyrir alla kennaranema, vegna þess að nær allir grunnskólakennarar kenna íslensku. Í rannsóknum hafa kennarar greint frá áhyggjum sínum af skorti á fagþekkingu útskrifaðra kennara. Koma þarf á kerfisbundinni símenntun til að gera kennurum kleift að tileinka sér nýjungar í kennslumálum í takt við breyttar aðstæður og afla sér traustrar fræðilegrar þekkingar á íslensku. Lögð verði áhersla á að kennarar auki hæfni sína í íslensku og hafi tök á fjölbreyttum kennsluháttum og verði þannig betur í stakk búnir til að kenna nemendum með ólíkan bakgrunn. Einnig þarf að tryggja að til séu kennara sem eru sérmenntaðir til að kenna íslensku sem annað mál og hafa fræðilega þekkingu á íslensku og annarsmáls fræðum. Mikilvægt er að aðferðir til að efla málnotkun stuðli að jákvæðu viðhorfi til íslensku á öllum skólastigum. Bókasöfn. Stórefla þarf bókakost og starfsmannahald á skólabókasöfnum. Mörg skólasöfn hafa lengi búið við þröngan kost. Misjafnt er hve greiðan aðgang börn hafa bókum sem henta lestarferðni þeirra heima hjá sér og almenningssöfnum. Skólabókasöfn gegna því ekki aðeins mikilvægu hlutverki í aðgengi að fræðslu og þekkingu, bæði fyrir nemendur og kennara, heldur eru þær einnig vettvangur afþreyingar og miðlunar. Þau eru í senn upplýsingaveita og upplýsingamiðstöð. Því er nauðsynlegt að starfsfólk safnanna sé vel menntað á sviði upplýsingatækni. Gott aðgengi að bókmenntum á íslensku, þar á meðal frumsöndum og þýddum barnabókum, er veigamikill þáttur í að varðveita og efla íslenska tungu. Rétt eins og fagleg þekking starfsfólks á uppbyggingu safnkosts og góð þjónusta við nýja lesendur. Fagleg starfsemi safnanna, þjónusta þeirra við nemendur og ekki síst fjölbreyttur og góður bókakostur eru grundvallar forsendur þess að efla læsi. Námsefni. Fjölbreytt og vandað námsefni í íslensku þarf að vera í boði. Nauðsynlegt er að höfundar námsefnis og kennarar kynni sér niðurstöður rannsókna á íslensku kennsluefni og íslensku kennslu og að brugðist sér við þeirri gagnrýni sem þar er sett fram. Mikilvægt er að námsefni endurspegli nýja fagþekkingu. Þetta á til dæmis við hvernig fjallað er málbreytingar í íslensku, tilbrigði í máli og málviðmið, eins og hvaða atriði þyki eða þyki ekki við hæfi. Þar sem nemendur standa mjög misjafnlega vígi hvað varðar lestrarfærni, lesskilning og þjálfun í að lesa langa texta, er mikilvægt að taka mið af þessum ólíka bakgrunni í nauðsynlegum úrbótum á stöðu læsis meðal nemenda. Tækni í námi. Samfara örri tækniþróun hefur staða íslensku á sviði upplýsingatækni gjörbreyst á skömmum tíma. Íslenska verður aðgengilega á sífellt stærri sviðum tækninnar. Mikilvægt er að skólakerfið allt fylgist náið með framþróun í íslenskri máltækni, nýti sér þær nýjungar sem hún leiðir af sér og sjáu til þess að nemendur þekki til þeirra og noti þær. Þar má nefna opinn rafrænan aðgang að hvers kyns handbókum og leiðbeiningarritum mál og málnotkun, íslenska leiðréttingaforrit í ritvinnslukerfum, sjálfvirkar þýðingar, sjálfvirkan texta með myndefni og viðmót á íslensku í tölvum og snjalltækjum. Sé hugað að þessu frá upphafi skólagöngu barna er von til að þau tilengi sér íslenskan tölvu og tækni orðaforða. Jafnframt er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að kynna sér íslenska máltækni á öllum skólastigum og taka þátt í þróun hennar í nýsköpunarstarfi. Þetta er nauðsynlegu þáttur í varðveislu íslensku þar sem erfitt er að ná aftur umdæmum sem tapast hafa yfir til ensku.
Ef heilu kynslóðirnar alast upp við að allt tæknimál séu á ensku hætt við að þeir notendur þekki illa til íslensks orðaforða á sviði upplýsingatækni. Og loks ímyndarvandi. Í íslensku nútímasamfélagi á íslenska við ákveðin ímyndarvanda að etja, bæði sem þjóðtunga og kennslutunga, meðal annars meðal skólabarna. Hluta skýringarinnar að leita innan menntakerfisins þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á formvanda íslenskunar í tengslum við viðurkennda málnotkun, en skýringin einnig fólgin í umdæmisvanda. Hann felst í stækkandi notkunarsviði ensku á kostnað íslensku og takmörkuðu aðgengi að fjölbreyttu, innlendu eða þýddu efni. Í huga nemenda íslenska stundum tengt sérstaklega við skólaverkefni, einkunnir, leiðréttingar, virðingu og eldra fólk, en enska aftur á móti við skemmtun, afþreyingu, ferðalög og framtíðartækifæri. Mikilvægt að skólar og samfélagið allt geri sér grein fyrir þessum viðhorfsvanda og átti sig á hve skaðleg neikvæð umræða íslenska málnotkun getur verið fyrir ímynd íslensks máls annars vegar og sjálfsmynd nemenda hins vegar. Tilteknir vandmeðfarnir þættir í málfræðikennslu í tengslu við málfarslegar aðfinnslur eru til þess fallnir að ýta undir neikvæð viðhorf til tungumálsins og jafnvel fordóma í garð annarra málnotenda. Hægt að nálgast viðurkennda málnotkun í formlegu málsniði á jákvæðari hátt og þá sem tæki eða viðbótarþekkingu sem getur verið eftirsóknarverð. Átti nefndu sig á að kennara sig að bjóða þeim kosti frekar en að svipta þá máleinkennum sínum hefur það mikil áhrif á viðtökurnar. Takk fyrir. Nú kannski þurfa allir að melta þetta aðeins en ég ætla að bjóða næst velkomna sviðmannesku sem ætlar að fjalla málfræðikennslu í skólum. Og það Hanna Óladóttir sem það gerir í erindi sínu Málfræði ekki bara málfræði. Ekki? Vertu velkomin og ég ætla að leitast við að finna það sem þér ber. Já, ég svo nálægt. Sáttir. Já, komið sæl. Ástæðan fyrir vali mínu á þessum titli, málfræði ekki bara málfræði, að fyrir mjög mörgum málfræði hreinlega annað orð yfir beygingar og orðflokkagreiningu. Sem hafi það að markmiði að kenna rétt mál, eins og það kallað. Skýringin á þessum þrönga skilningi á hugtakinu koma berlega í ljós þegar því ég ræddi fyrir nokkrum árum með unglinga í 10. bekk málfræði og málfræðikennslu. Orðflokkar og orðflokkagreining, beygingar, réttmál, málnotkun og stafsetning var það sem að þau nefndu þegar þau voru spurð hvað kæmi upp í hugan þegar málfræði var nefnd til sögunar. Og hér sjást einmitt til svör 3 nemenda af þeim 88 sem að ég ræddi við. Og ég tek það fram, þetta tilbúin nöfn. Til dæmis segir hérna Eik, já, oftast orðflokkagreining og málfræðivillur. Og Saga segir, þú veist, bara hvernig á að fallbeygja svona, bara kunna tala rétt, þú veist. Og Darri segir, bara hérna tala og skrifa málið okkar og viðhalda íslensku tungu. Sumir nemendur voru fullkomlega sáttir við þessa tilhögun, aðrir ósáttir eins og gengur. En þau áttuðu sig þó á því að tengslin á milli þess að tala íslensku á einhvern ákveðin hátt, réttan hátt þá, og geta allins orðflokkagreint, væru ekki raunveruleg. Og sum þeirra þurfti ekki neina umræðu það til að hafa þá skoðun. En þau sá heldur enga aðra gagnsemi af því að geta orðflokkagreint. Og ég ætla að sýna ykkur hvað nemendur sögðu, til dæmis hérna Rafn og Sif. Ég held ég myndi kannski aldrei nota þetta, kannski fyrir utan íslensku kennslu, nema kannski örfáum dæmum, segir Rafn. Og svo segir Sif, ég veit ekki hvenær þurfum við að fara að raða í orðflokka þegar við förum út í búð að kaupa mjólk. Það ætla nú ekki að segja þetta. Að beygja orð í öllum föllum með greini og báðum tölum heldur ekki sérlega árangursrík leið til að kenna ákveðna málnotkun. Ef að það væri markmið skólans að hafa áhrif á beygingu ákveðins orðs
og til dæmis að reyna að halda í beygingu sem að breytast, segjum til dæmis orðsins kýr, raun furðuleg tilhögun að byrja að kenna allnokkur óhlutbundin hugtök, nefnifall, þolfall, þáfall, eignarfall, eintala og fleirtala, sem settur í ákveðna röð og svo orð sem sett inn í þetta form sem það beygist eftir. Reynda með aðstoð smáorða sem eiga að vera til hjálpar við að kalla rétta mynd fram. Þau smáorð virka auðvitað ekki ef beygingin sem leitað eftir ekki í samræmi við máltilfinningu nemandans. Notkun orðana hér frá og til virka bara til að búa til beygingadæmi orð sem allir eru sammála hvernig beygist. Líkt og til dæmis hani, krummi, hundur og svín og belja og kind. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að sú nálgun af málfræði sem hefðbundið að kenna í íslensku skólum og felur í sér orðflokkagreiningu, undirstrikanir, fallbeygingu og sambeygingu með ofur áherslu á rétt mál og rangt, gefi allt og takmarka mynd af tungumálinu og ýti undir þröngsýni í málfarsefnum. Og þar kemur að þessum ímyndarvanda sem að Ásgrímur nefndi hér á undan. Skólar gera vissulega alls konar, ég vil ekki gera lítið úr því, en meginstefið vill oft verða mjög hefðbundið. Og áhrifin af slíkri nálgun sem drifin áfram af forskriftamálfræði sem að segja manni hvernig maður á að tala, koma sterkt fram í viðtölum mínum sem að ég tók við fyrrnefnd ungmenni og kennara þeirra reynda líka og ég ætla að sýna ykkur svona samantekt úr því sem hefur smá samhljóm við ímyndavandan sem Ásgrímur einmitt var að nefna hérna áðan. Hún sem sagt þessi nálgun og forskriftamálfræðin sem að við svo viðhöldum líka, þetta ekki bara skólakerfið, þetta rauninni allt þjóðfélagið, af því við höfum líka öll farið gegnum sama skólakerfið, ekki satt. Þannig að foreldrarnir taka þetta upp með sínum börnum, þannig að máluppbeldið sem að fer fram í skólum að það fer líka fram út í þjóðfélaginu að einhverju leyti. Já, þessi nálgun, hún hefur gert okkur að meðvituðum málnotendum, stundum ofurmeðvituðum og köflum dómhörðum, þar koma leiðréttingarnar, en líka óöruggum og þegar vestlætur áhugalausum. Hún hefur haft áhrif á hvernig við hugsum tungumálið, eitthvað eitt rétt, aðeins ein rétt íslenska, sem sé mjög erfið og þurfa að kenna okkur alveg sérstaklega. Að til sé málfasi yfirvald, sem gefi leyfi fyrir málbreytingum, nokkurs konar hliðverður inn í tungumálið, og að málfræði grunnskóla snúist að kenna okkur þetta rétta mál og forðast rangt mál. Hún hegi bara alls ekki fjall neitt annað, það væri tímaeyðsla. Og ef við rýnum aðeins í þessi áhrif ljóst að þau stuðla ekki að því að nemendur skynji málfræðina sem lýsingu á þeirra eigin máli. Þess vegna koma fram tilsvör eins og ég fekk í viðtölunum sem við sjáum hérna. Þetta Már segir, ég veit það ekki, þetta allt svo flókið, það alltaf einhverjar reglur á bakvið allt. Og Rúrik segir, það alltaf að koma nýja reglur. Og Björn segir, ég veit það, þetta svona, ok, þetta svona, nema því að þetta svona, og þetta svona, nema þetta hérna sé svona, nema þetta sé svona, og þetta svona, maður bara alveg. Og Erna segir, þú veist, maður þarf að greina allt svo mikið og maður bara alltaf að greina eitthvað, maður bara, og Árni, þær eru settar af ásettur ráði þessar undatekningar svo við lærum þetta betur. Þessi málfræðingar eru sem sagt algjör illmenni. Þessi nemendur að lýsa málfræðikennslu sem gengur út frá Þessir nemendur ekki að lýsa málfræðikennslu sem gengur út frá þeirra máli og málkunnáttu, heldur einhverju utan og ofan við þau. Til að vekja áhuga nemenda á málfræði og nýta hana til þess að fá þau til að sjá íslensku sem leiktæki en ekki svipu, svo ég vitni í orð Bubba Mortens, sem hefur notað tungumálið á atvinnuskapandi hátt, nauðsynlegt að nemendum, ungu fólki, finnist að tilheyra málsamfélaginu og eigi hlutdeild í tungumálinu, að þau skipti máli. Tungumálið sameign okkar allra, en á sama tíma það líka séreign okkar, stór hluti af okkur sjálfum og af sjálfsmynd okkar, sem ég var nefnt áðan líka. Og því mikilvægt að kennarar hjálpi nemendum að hlúa að séreignar hlut sínum, ekki síður en að sameigninni. En eins og Eiríkur Rögnvaldsson hefur bent á, þarf íslenskan að þjóna þörfum hverrar kynslóðar. Hver kynslóð þarf að geta tala á þann hátt sem henni eiginlegt og hún kýs. Það séu forsendur þess að íslenskan lifi.
Og það því engum blöðum það að fletta að tungumál sem ungu kynslóðirnar vilja ekki tala deyjandi tungumál. En hvernig ættu að gera þetta öðruvísi? Svarið tel ég vera tvíþætt. Annars vegar, sem aðalatriðið, að ganga út frá máli og málfræði nemendanna sjálfra og hins vegar að víkka sjónarhornið á tungumálið. Hætta að hafa málfræðibókina sem upphafspunkt heldur innri málfræði nemenda og hérna ómeðvitu málfræði þeirra. Tengja umfjöllun málfræði þannig við mál nemendana sjálfa. Til dæmis með því að vinna með spurningar á borð við hvernig lærðu þau málið, hvernig talaðu sín á milli, hvernig getur þau notað málið á mismunandi hátt og þar á meðal í formlegu samhengi. Síðan að víkka sjónarhornið og tengja umfjöllun málfræði við samfélagi sem við lifum í. Þar kemur ýmislegt til greina, til dæmis hvað efst á baugi í málfarsumræðinni. Til dæmis umræðin kynhlutlausa málnotkun sem hefur verið nokkuð hávær undanfarið, hún kemur þar sterk inn til að mynda. Hvernig málið að breytast og hvers vegna breytist það? Hvernig málið nota sem valdatæki í þjóðfélaginu? Og ekki síst hvernig má bera íslensku saman við önnur tungumál. Og þá ég ekki bara að tala ensku og dönsku sem mikilvægt að nota málfræði þekkingu sína til þess að geta lært ensku og dönsku, heldur líka önnur tungumál sem töluð á Íslandi. Og þá var þetta einblína á þau tungumál sem nemendur í viðkomandi bekk tala, eins og til dæmis pólsku, víetnamsku eða finnsku, svo nokkuð sé nefnt. Því að þeir nemendur þurfa líka að fá að vera með og finnast í hluti af málsamfélaginu. Það augljóst að til þess að gera þetta þarf að kenna orðflokka og ýmis málfræði hugtök, en með þeirri kennslu væri einhvert sýnilegt markmið. Það þetta leiðarljós sem ég vil hafa í minni eigin kennslu þegar ég kenni kennaranemum og ég vinn að því að þróa slíka kennslu. Og nú þegar að þá höfum við Helga Birgisdóttir af Menntavísindasviði Háskóla Íslands í samstarfi við Finn Friðriksson við Háskólann á Akureyri hafið samtal við kennara á grunnskólastigi einmitt slíka nálgun. Þetta gerum við gegnum svokallaða mentafléttu sem samstarfsverkefni Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri og Kennarasamband Íslands sem mennta- og menningarmálaráðuneyti styrkir. Mentafléttunni ætlað að byggja upp námssamfélög út í skólasamfélaginu og styðja við samstarf á öllum sviðum menntunar með því að þróa námskeið sem fléttast saman við daglegt starf þátttakenda. Og þetta eru fjölmörg námskeið, ekki bara í íslensku. Námskeið okkar heitir Málið okkar allra, ný sýn á málfræðikennslu. Og við munum hitta vænan hóp íslensku kennara sem skráð sín námskeiði nokkrum sinnum í vetur, þar sem við leggjum fram hugmyndafræði okkar og kennararnir ræða síðan efni sín í milli og við okkur, máta við kennslu sína og móta hvernig mögulegt væri að kenna í samræmi við hugmyndafræðina. Síðan fara þær út í skóla sína og tala við sitt fólk og prufukeyra kennsluna. Koma síðan aftur til okkar og ræða hvernig gekk. Og þetta gerum við nokkrum sinnum yfir veturinn. Bætum við, ræðum og prófum okkur áfram. Við bindum mjög miklar vonir við þetta samtal sem ætti vel tekst til að hafa varanleg áhrif í báðar áttir. Bæði á kennsluna í grunnskólunum og ekki síður kennslu okkar sjálfra meðal kennaranema. Ég því mjög bjartsýn fyrir hönd málfræðikennslu í grunnskólum en það kom líka fram í samtölum mínu við 10. bekkinga að þau eru áhugasöm tungumáli almennt ef þeim ekki gefið tækifæri til að ræða það. En það íslensku kennara að virkja þann áhuga og veita honum inn í málfræðitímana. Takk fyrir. Kærar þakkir, Hanna. Og ég biðst afsökunar á þessu hljóði sem kom frá mér. Það var mjög ófaglegt af mér og það var þetta. Já, einmitt, sko. Ég vil bara vera opin með þetta, að ég ætla að nota þetta í dag á þessum fundi ef að fólk fyrir í tíman. En allir fá nú ríflegan tíma, þetta eru 15 mínútur á mann. En þetta ekkert persónulegt, þetta bara til þess að halda tíma og allir komist til sinna skylduverka eftir þennan fund. En þá komið að næsta manni sem að segir að íslenskan verði ekki kennd í tómarúmi. Hann rithöfundur og grunnskólakennari og heitir Hjalti Halldórsson. Vertu velkomin. Fyrir. Gera eitthvað svona. Svona.
Hvar er ég? Ó, hjálp. Það byrjar ekki vel. Hérna, vó. Ég hitt ekki á takk. Já, takk fyrir. Ég orðinn brjálæðislega hræddur við þessar kirkjuklukkur sem að, með það sem nemendur mínir segja, þá stór hætta á að þær hringi. Ég muni sett fara fram yfir tímann. Já, ég grunnskólakennari í Langholtsskóla í Reykjavík og hef skrifað nokkrar barnabækur sem eru innblásnar af Íslendingasögunum. Og ég gleymdi ég er líka, hann Oddur Ingi Guðmundsson, samkennari minn og vinnur, hann drepur mig ef ég tek ekki fram að ég er annar þáttastjórnanda Ormstungna sem er hlaðvarp Íslendingasögurnar. Og þær eru framtíðin, Íslendingasögurnar og fornbókmenntirnar. Ég ætla hér að færa rök fyrir því meðal annars. Íslendingasögurnar hafa verið mér hugleiknar síðan að ég kynntist þeim fyrst í grunnskóla og svo seinna og meira í menntaskóla. En þær hafa löngum verið vinsælar. Þær hafa verið að borðum grunnskólana langt skeið, löng hefð fyrir kennslu þeirra og má ætla í flestum grunnskólum landsins kynnist nemendur á bilinu 2 til 4 Íslendingasögum eða fornsögum, svona frá því 7. bekk þegar nemendur kynnast Snorrasögu og svo áfram í unglingadeildinni, goðafræðinni líka, en Íslendingasögurnar sem eru vinsælastar eru líklega þarna á skjánum, Gíslasaga, Gunnlaugssaga, Laxdæla, Kjalnesingasaga og fleiri. Og þær eru allar aðgengilegar hjá Menntamálastofnun og auðvelt að nálgast þær sem rafbækur. En ég fullyrti að þær voru vinsælar, en það má sjálfsagt deila. Þær eru það augljóslega hjá kennurum miðað við hversu mikið þær eru kenndar, en nemendur hafa lítið málið að segja. Þeir kom ekki að valinu hvaða sögur eru lesnar og hvort þær eru yfirleitt á boðstólnum. Og það er því erfitt að fullyrða hvort þær eru vinsælar hjá þeim. Og það má eflaust líka spyrja hvort þær ættu yfir höfuð að vera lesnar. Eiga þær eitthvað erindi til táninga? Eru þær ekki fullar af kvenfyrirlitningu, eitrari karlmennsku, kjánalegum hugmyndum hetjudáðir og þar að auki alveg óskiljanlegar? En aðalnámskrá grunnskóla segir að nemendur eiga að glöggva sig á margvíslegum texta, átta sig á því að íslenskan breytist í sífellu ásamt því að lesa fjölbreyttar íslenskar bókmenntir. Það er því nægt rými í námskráni fyrir Íslendingasögurnar og auk þessi eru þær hluti af menningarsögu Íslendinga, sjálfur þjóðararfurinn. Í þeim birtist sjálfsmynd okkar sem þjóðar og ímynd af því sem við viljum vera. Og ennfremur gætir áhrifa þeirra víða í afþreyingariðnaðinum. Nægir að nafna bækur Tolkiens, Marvel-heiminn, ýmsar þáttaraðir, meðal annars Vikings og Game of Thrones. Þannig að góð þekking á Íslendingasögunum eykur í besta falli læsi nemenda á aðra miðla. Þetta snýst náttúrulega allt læsið. Ekki bara í merkingunni að geta stafað sér fram úr texta, heldur að meðtaka, skilja og því sem er mikilvægast í mínum huga að geta skapað. Það er nefnilega ekki endilega af ofangreindum ástæðum sem Íslendingasögurnar ætti að vera á hlaðborði námsáætlana skóla landsins, heldur vegna þess að þær eru frábær vettvangur fyrir fjölþætt og skapandi nám. Segjum að þær hitti í mark í öllum námsþáttum íslenskunnar, sem eru lestur, talamál og hlustun, bókmenntir, ritun og málfræði. Í sögunum birtast bæði skrítin og skemmtileg orð og orðtök, þær eru myndrænar og viðburðaríkar og þar af leiðandi mjög auðvelt að vinna með á skapandi hátt. Það skiptir hins vegar höfuðmáli hvernig þeim er miðlað til nemenda. Af óformlegum samtölum við nokkra nemendur að dæma, þá eru þeir nefnilega ekki svo fráhverfir Íslendingasögunum. Mörgum þykir textinn vissulega fráhrindandi og erfiður, þrátt fyrir að þær séu flestar komnar í nútíma búning. En aftur á móti þá virðist efnið höfða til þeirra. Það þarf hins vegar vissulega að hafa fyrir því og það skiptir máli hvernig það er gert. Flesti þeirra sem eru hér inni og minnast þess væntanlega að hafa átt að lesa Íslendingasögurnar sjálfir. Kannski tók kennarinn einstaka kafla og svo átti maður að svara spurningum úr þeim. Og ef kennarinn var mjög framúrstefnulegur,
Það mátti kannski taka afstöðu fyrir því hvort þær voru sannar eða ekki. En ég ætla að gera svo kræfur að lýsa því yfir að þetta sé ekki rétta leið. Þegar efni er einangrað og tekið úr samhengi við umhverfi sitt, verður það algjörlega merkingarlaust fyrir nemendur. Íslenskan verður ekki kennd í tómarúmi. Einungis ákveðin hluti nemenda getur lært tungumál með því að svara spurningum úr bókum, fylla í eyður og fallbeygja orð, en mikill meiri hluti lærir tungumál út frá samhengi og með því að skapa eitthvað úr því sem er merkingabært fyrir nemandann sjálfan. Og íslenskan er þar engin undantekning. Íslendingasögurnar er ekki hægt að taka úr bókahillunni, blása þeim rykið, lesa, spá og spekulera án þess að setja í samhengi og stinga svo aftur upp í hillu þangað til næst og ætlast til þess að nemendur fái einhverja merkingu út frá því. Það eru hins vegar frábær vettvangur til að búa til tengingar og sýna nemendum fram á töframátt tungumálsins. Við kennslu íslenskunnar getur efniviðurinn komið úr ýmsum áttum, til dæmis úr Íslendingasögu. En íslenskan er verkfæri sem kemur til skila hugsuninni sem þú getur notað til að valdefla þig. Eru skilaboðin sem nemendur fá. Þú notar tungumálið til að afla þér þekkingar sem þú miðlar síðan áfram. Lykilatriði við miðlun sagnanna er að það sé brú yfir í þeirra heim. Og ótrúlegt en satt eru sögur sem urðu til á miðöldum afar hentu brú yfir í heim nútíma unglingsins. Í sögunum eru ótal hnittin tilsvör og one-linerar, efnið er afar kvikmyndalegt og það býr mikið í þögn og svipbrigðum. Og þetta þekkja nemendur grunnskólana eins og síman í eigin lófa. Góð leið til að hefja þessa vegferð með þeim er að miðla textunum til þeirra og leyfa þeim svo að taka sögunni í sundur, taka fyrir stök efnisatriði og leyfa þeim svo að fikta og skapa. Í Langholtsskóla, það sem ég kenni, og nú tek ég áhættuna því að einhverjir taki andköf hér inni, höfum við lagt niður íslensku í unglingadeild. Í þeim tilgangi að efla hana og hefja til vegs og virðingar. Íslenskan er ekki lengur kennd sem fag í unglingadeild. Heldur er hún hluti af öllu námi nemenda. Með öðrum orðum það hefur verið samþætt, íslenskan hefur verið samþætt við upplýsingatækni, við náttúrufræði og samfélagsfræði. Þannig að í praxís virkar þetta þannig að á hverjum degi fara nemendur í fag sem heitir smiðja og íslenska er alltaf á dagskrá í smiðju og hún skiptir alltaf máli sama hvaða efni er verið að vinna með. Hvort sem það er ljóstillífun úr náttúrufræðinni, kaldastríðið úr samfélagsfræðinni eða einhver íslendingasaga. Þá skiptir máli hvernig við skrifum, hvernig við tölum, hvaða hugtök við notum, hvernig við beygjum og beitum tungumálinu. Íslenskan er mikilvægt verkfæri í öllu námi smiðjunar og skiptir máli í allri vinnu og samskiptum nemenda. Vægi íslenskunnar hefur aukist mikið með samþættingu hennar við aðra greinar. Vissulega er ekki verið að þjálfa kerfisbundi það sem snýr ákveðnum reglum íslenskunnar í sama mæli og áður, þótt það sé þó gert, eins og að greina texta annara eftir orðflokkum og öðrum málfræðilegum viðmiðunum, jafn oft, en í náminu reynir mikið á ritun og framsetningu texta af margvíslegu tagi. Nálgun og leiðsögn kennari í íslensku sem námsgrein í smiðjunu fer að stórum hluta fram sem þjálfun í notkun tungumálsins og blæbrigðum þess. Og nú langar mig til þess að taka 2 dæmi hvernig við höfum notað Íslendingasögu til þess að kenna nemendum. Það eru hinar vinsælu Laxdæla og Kjalnesingasaga. Við byrjum á því að lesa söguna með nemendum þannig að það skapist svona samræðu vettvangur. Það þarf að útskýra orð og það þarf að fara með þeim aftur í tíman og gefa þeim rými og tíma til þess að spurja og velta fyrir sér og gera það með þeim. Með öðrum orðum það þarf að selja þeim söguna og það er mjög mikilvægt. Við þekkjum öll ástríðufulla kennara sem seldu okkur eitthvað námsefni sem við vissum ekki við hefum áhuga. En síðan þegar það er komið, og það tekst ekkert alltaf hjá öllum,
En þá skiptir rosalega miklu máli að leyfa þeim að fikta, taka textan og leika sér með hann. Við látum nemendur gera svona lestrar dagbók, þannig að þau glósa örstutt hvað gerðist í yfirferð dagsins og svo þeirra eigin pælingar það. Hef ég séð bíómynd sem að minni mig á eitthvað sem gerðist í sögunni, las ég eitthvað á netinu það, einhver frétt í deiglunni og svo að gefa þeim tækifæri til þess að fara ennþá lengra. Mjög vinsælt að nota einmitt tækni nútímans, leyfa þeim að setja sig í spor persóna og fara með Guðrúnu Ósvífursdóttur á Snapchat eða á Twitter og nota sín áhugasvið, sína styrkleika, teikna, mála, gera podcast, taka upp. Og talandi að taka upp, þá þetta dæmi hvernig við höfum unnið með Kjalnesingasögu með nemendum 8. bekkjar. Það hefur við gert nákvæmlega sama, að leggja grunninn með þeim eða að lesa söguna með þeim og skapa þennan umræðu vettvang. Og síðan að gefa þeim lausan tauminn í að færa þessa afar myndrænu sögu yfir og í kvikmynd. Nemendur fá úthlutað stuttu atriði úr sögunni og eiga síðan að færa textan í handritsform, búa til söguborð með því að fara út og taka myndir, setja upp senuna sem að þau fengu, eins og sést hér, og síðan láta gamminn geisa. Og að lokum, ég heyri ekki kirkjuklukkan með það, þannig að ég held að sé alveg góður, sko. Þá sjáum við hvað gerist þegar nemendur finna hvað að takmörkunum sleppt. Að þau geta nota sína eigin styrkleika, sitt áhugasvið og það sem þau vilja vita meir eða eru forvitin og skapa sín eigin hugverk út frá því. Þarna sjáum við annars vegar teikningu sem var gerð fríhendis, eða teikna með blýanti penna, hins vegar í tæki, snjalltæki. Mjög vinsælt að skapa umhverfi og sögusvið Íslendingasagnanna í forritum sem þeim eru hugleikin, eins og Minecraft. Þarna erum við, eins og glöggir áhorfendur sjá, komin að Laugum í Sælingsdal. Og ég veit ekki, þetta kannski lítur út fyrir að vera ekkert rosalega mikið, en það er ómæld vinna á bak við þetta. Og það hefði ekki verið hægt að gera þetta ef það hefði ekki lesið söguna. Og svo það kvikmyndin að fara á sögustaðinn og klæða sig í lopapeysuna og setja sig í spor persóna og búa til bíó, og þá gerast töfrar. Fyrir utan það hvað bara ótrúlega skemmtilegt og þau skemmta sér mikið við það. Og það að lokum kannski bara að eitt af okkar uppáhaldsverkefnum var söngleikur. Það sem að Búi Andrísson var í þeirri erfið aðstöðu að þurfa að velja sér konu og úrvarð 7 mínútna söngleikur sem ég ætla ekki að spila núna. Ég held að kirkjuklukkurnar færi þá í gang. Þannig að ég enda þeim nótum. Takk fyrir mig. Já, ég sé að þetta setur spennu í dæmi. Takk innilega fyrir þetta. Og næst fáum við að heyra af ríkum bókakompum og blöngum skólasöfnum. Þetta hljómar allt saman mjög sorglega. En þar fjallað vanda bókmenntakennara í upphafi 21. aldar og Jón Yngvi Jóhannesson kemur hér upp og gerir það. Gjör svo vel. Já, takk. Jóhannsson. Þetta kunnulegt. Komið sæl. Eins og aðrir sem hafa talað hérna, þá
þá ég sannfærður það að það sé nauðsynlegt að nemendur leiki sér með tungumálið og eins og kemur hérna fram mjög fljótlega þá held ég að það sé líka mjög mikilvægt að nemendur hafi fyrirmyndir og við gerum það sem við predikum. Þannig ég ætla að byrja á því að snúa út úr titlinum mínum. Undir titlinn sem sagt vandi bókmenntakennara í upphafi 21. aldar. En ef við förum tilbaka og staðsetjum okkur í upphafi 20. aldar, að þá eiginlega vandi kennaranna bókmenntir. Við kvörtum yfir því að nemendur okkar á öllum skólastigum eyða miklum tíma í tölvur og síma, en það ekki nema 100 ár síðan að vandamálið var það að börnin sátu og lásu bækur. Þau lágu í rómönum, eins og Jón Friðjónsson, fræðslustjóri, segir í þessari ágættu grein, Jón Þórarinsson fyrirgeði, sem heitir Kristilegt uppeldi barna. Og fræðslustjóri, hann vissi þetta líka, og það sem að seinni tíma rannsóknir hafa sýnt fram á, að fyrirmyndir skipta máli, lestrar fyrirmyndir. Og hann hafði áhyggjur af því að börnin, þau lærðu ekki að lesa sér til gagns, og hann notar þessa setningu sem orðin að orðaleppi samtímanum meira að segja í greininni. Og þau lærðu sér ekki til gagns vegna þess að þau voru alltaf upptekin við að lesa sér til gamans. Og þessi vandi hélst langt fram á 20. öld. Börn lágu í bókum, ekki alltaf réttu bókunum, og við höfum fjölmörg dæmi þetta. Við getum byrjað á reifurum þýddum í upphafi 20. aldar, farið til teiknimyndasagna á 9. og 10. áratugnum, ég kannast við það sjálfur, og ég get rifjað upp hér að ég var sjálfur nappaður af eðlisfræðikennara í MH við að lesa nýlega íslenska skáldsögu undir borði í tíma snemma á 10. áratugnum. Og ég ímynda mér að nemandi sem gerði þetta í dag, hann fengi sannlega klapp á bakið fyrir það að vera þó allavega að lesa bók en ekki hanga í símanum. En þetta ekki okkar vandi. Okkar nemendur liggja ekki í rómönum sér til óbóta. Vandinn það bil þessi, fyrirgefið. Hvað þetta? Að sífellt fleiri nemendur hafa aldrei, óþarft orð, hafa aldrei lesið heila bók þegar þeir þurfa að gera það í fyrsta skipti í skóla. Samkeppnin frá öðrum miðlum meira en nokkur sinni og bókmenntahugtakið sjálft, það þvælist fyrir. Eins og Ásgrímur nefndi hérna í ályktuninni og Hanna kom inn á líka, að þá býr íslenskan sjálf við ákveðin ímyndarvanda og ég held að ímyndarvandi bókmenntana sé jafnvel enn alvarlegri heldur en íslenskunar almennt. Og ég ætla aðeins að tala þetta, ég byggi þetta á rannsóknum mínum og samstarfsmanna minna og nemenda. Ég geng hérna aðeins út frá bók sem kom út 2018, svo heitir Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum og svo ætla ég í lokin hér nefna 3 nýlegar meistaraprófsritgerðir eftir nemendur mína, Andreu Rós Óskarsdóttur, Hjalta Frey Magnússon og Sigríði Diljá Magnúsdóttur. Við spurðum í íslensku rannsókninni sem kölluð INOK, íslenska sem námsgrein og kennslutunga, á svolítið svipuðum nótum og Hanna. Það að segja hvað kemur upp í hugan hjá ykkur ef ég nefni bara hugtækið bókmenntir. Og þetta eru svörin sem við fáum. Halldór Laxness, Kiljan, bækur sem þau lesa í skólanum, eitthvað leiðinlegt gamla tíman. Og gamli tíminn auðvitað sjálfkrafa leiðinlegur eins og við kunnumst við. Skáldsögur, bókmenntaritgerðir, verkefnavinna. Enginn af þeim tugum nemenda sem við höfum rætt við nefnir ánægju, gleði, tilhlökkun, afþreyingu í sambandi við hugtækið bókmenntir. Ef við hins vegar spyrjum lestur eða yndislestur, að þá rís landið aðeins. Það eru fleiri nemendur sem að tengja lestur við ánægju heldur en þetta hugtak bókmenntir. Og það auðvitað vandi bókmenntakennara á öllum skólastigum. Og ég ætla að koma hérna með tilvitnun, eina í viðbót í viðtal, ég bið þá sem hafa heyrt mig tala áður afsökunar á því hvað ég nota hana oft, hún bara svo lýsandi. En þetta það nemandi sem segir já og að taka undir með fyrir nemanda, já ég rosalega sammála honum bara, það bara kemur upp leiðinlegur íslensku áfangi eða einhvað tengt við skólan sko, að ég einmitt, það drap alveg minn yndislestur að vera í skóla sko. Ég hef ekki áhuga á að lesa skyldulesningar sem sagt. Og það sem áhugavert hérna að nemandinn að nota hugtak úr skólakerfinu, yndislestur,
til þess að gagnrýna skólakerfið. En það er eins og þessi eins og þessi kristallstærar andstæður á milli yndislestrar annars vegar og bókmennta hins vegar. Og þetta er vandamál sem að við þurfum einhvern veginn að reyna að fást við. Og ég ætla aðeins að tala hvaða bókmenntir það eru sem við lesum í íslenskum skólum, bæði grunnskólum og framhaldsskólum, áður en ég kem að einhverjum svona mögulegum lausnum á þessu. Ég veit ekki hvort að allir gera sér grein fyrir því, en íslenskir bókmenntakennarar eru sennilega frjálsustu bókmenntakennarar í heimi. Það eru engin fyrirmæli í námskrám, grunnskóla eða framhaldsskóla það hvaða bækur eigi að lesa. Það eru engin fyrirmæli tímabil, stefnur. Hjalti þarf ekkert að láta nemendur sína lesa Íslendingasögur. Hann hefur engin fyrirmæli það frá hinu opinbera. Hann gæti allt eins látið lesa Tolkien, svo dæmis þetta ekki. Þetta er mjög ólíkt því sem gerist annars staðar. Danir til dæmis eru með mjög stranga kanónu. Það sem er einfaldlega listi af höfundum sem að nemendur eiga að hafa lesið einn texta eftir þegar þeir ljúka grunnskóla, annar listi þegar þeir ljúka framhaldsskóla. Ég held að það sé ekki til eftirbreytni. Í Noregi hins vegar, og ég er hrifnar af því, að þar eru nefnd tímabil, bókmenntagreinar, sem að eiga að koma við sögu í bókmenttanámi. Vegna þess að þó að íslensku námsgreinar séu svona frjálsar, þá þýðir það ekki að kennarar nýti þetta frelsi eða þeir geti það. Hefðin er svo óbóðslega sterk og við komumst að því að það eru meira með sömu bækurnar sem eru lesnar í öllum framhaldsskólum til dæmis. Það er Njála, það er sjálfstætt fólk. Í grunnskólum eru það líka sömu bækurnar, Englar alheimsins í næstum því öllum íslenskum grunnskólum, svo dæmi sé tekið. Ég held að það sé ekki góð hugmynd að fara dönskuleiðina, að búa til kanónu, búa til lista sem er stimpluð af ráðuneytinu það hvaða höfundar eiga að vera inn í hlýjunni og hverjir þá eru út í kuldanum. Hins vegar held ég að við höfum svolítið góða fyrirmynd í námskrá framhaldsskóla frá árinu 1986. Það stendur nefnilega: ein Íslendingasaga skal lesin og innan svega, fornaldar eða riddarasaga ef vill. Og það sem gerðist 1986, þegar þessi námskrá tók gildi, var að íslensku kennarar í framhaldsskólum uppgötvuðu allt í einu að það væri kannski hægt að lesa riddarasögu eða fornaldarsögu á fyrsta ári. Það er að segja, þetta eru leiðbeiningar sem að gefa kennurum hugmyndir, fremur heldur en að vera einhver stíf fyrirmæli eins og við höfum í dönsku kanóninni. Og það gerist líka að það komu út skólaútgáfur af fornaldarsögum og riddarasögum. Þannig að í nokkur ár að þá hafið þessi námskrá þau áhrif að fjölbreytnin í bókmenntavalinu óx. Ef við skoðum hvaða bækur eru lesnar í grunnskólum og framhaldsskólum, og hér er ég að nota Ínok-rannsóknina, þá sjáum við að meðalaldur íslenskra skáldsagna, eða þeirra skáldsagna sem eru lesnar í grunnskólum, er 39 ár. Og það er ansi gamlar bækur. Nýjustu bækurnar sem eru lesnar eru gjarnan glæpasögur, íslenskar og þýddar. Langflestar þessara bóka eru frá tímabilinu 1988 til 2000. Það má segja bókmenntavalið er mjög kennaramiðað. Þetta eru bækur sem að kennararnir lásu þegar þau voru á ákveðnum aldri, sem þau kunna meta og sem þau halda áfram að kenna. En það er ekki eina ástæðan fyrir þessu. Það er miklu sterkari ástæða er annars vegar hefðin og hins vegar það að kennarar í grunnskólum hafa einfaldlega ekki aðgang að nema takmörkuðu magni bóka. Hugtakið bekkjarsett er mjög mikilvægt. Af hvaða bók er til bekkjarsett? Þannig að þú getur látið 20-30 nemendur lesa bókina í einu. Og það eru þessar gömlu bækur. Ein ástæðan, og við getum bara farið í að skoða íslenska bókamarkað, er svo að þetta eru bækur frá svona fyrstu kynslóð kiljuútgáfu á Íslandi. Fyrstu ódýru íslensku kiljurnar eru ennþá í notkun, eru ennþá í bókakompunum í íslenskum grunnskólum. Nýjustu bækurnar, eins og ég segi, eru oft glæpasögur. Mjög fáar þessara bóka eru barna, ungmenna eða unglingabækur, sem ég held að sé mikil synd vegna þess að það er mikil gróska í ritun unglinga- og ungmennabókmennta í íslenskum bókmentum þessi árin. Ég fullyri að það er hægt að ná öllum markmiðum námskrár
í efri bekkjum grunnskóla og inn í framhaldsskólan með ungmenna og unglingabókmenntum, ekkert síður heldur en með skáldsögum fyrir fullorðna. Og því að Hanna var að nefna hvernig við erum að reyna að gera hlutina á menntavísindasviði, að eftir að ég kom þar til starfa þá hef ég haft þá reglu að ég kenni enga bókmenntaáfanga nema að það séu unglinga, barna eða ungmennabókmenntir á leslista. Þannig ef við erum að kenna bókmenntasögu 20. aldar, síðar hluta, þá lesum við til dæmis Gunnar Helgason. Ekki í undirkafla barnabækur, heldur í samhengi við aðrar bókmenntir. Ef við skoðum framhaldsskólan, þá eru bækurnar þar aðeins yngri og aftur skýringin að hluta til efnahagsleg. Það vegna þess að í framhaldsskólan þá kaupa nemendur bækurnar sjálfir og kennarar geta látið nemendur kaupa í sjálfu sér hvað sem er. En aftur þá eru unglingabókmyndir mjög lítið sýnilegar og og við sjáum það í viðtölum við nemendur, það ekki mikill snertiflötur á milli þeirra bóka sem að börnin lesa eða krakkarnir lesa sjálf ánægjur vegna og þeirra bóka sem þau lesa í skólanum. Og eitt af því sem umhugsunarvert að það virðist vera meiri tenging milli þeirra bóka sem þau lesa í ensku. Í enskri bókmenntakennslu þar og þeirra bóka sem þau lesa ánægjunum vegna sjálf heldur en í íslenskunni. Ég reyndar á þeirri skoðun að námskrá fyrir framhaldsskóla og bókmenntakennslu í ensku sé líka miklu betri heldur en íslensku hlutin, en það önnur umræða. Þá komum við að því sem að þetta sem ég verið að segja hingað til kemur allt saman úr þessari rannsókn okkar á íslensku sem námsgrein og kennslutungu. Meistaranemar sem að ég hafa skrifað hjá mér ritgerðir undanfarið hafa verið að fara inn í svolítið svipaða rannsóknir að dýpka það sem við erum að gera. Ég ætla að byrja á því að vitna hérna í ritgerð eftir Sigríði Diljá Vagnsdóttur sem að skoðaði stöðuna í framhaldsskólanum. Og hún komst að þeirri niðurstöðu að kennarar voru almennt ekki, þeir kennarar sem hún talaði við, voru almennt ekki tilbúnir til þess að gera unglinga eða ungmennabókmenntir að fullgildu námsefni, getum við sagt, sem skyldulestur til dæmis fyrir heilan árgang. Þær fengu að vera með sem kjörbækur, fengu að vera með í yndislestarráföngum, en ekki til dæmis sem sameiginlegt lesefni á fyrsta ári í framhaldsskóla. Og bara til að nefna dæmi, að þá held ég að bækur eins og Þríleikur Hildar Knútsdóttur sem hún lauk á síðasta ári væri hinn fullkomna fyrsta skáldsaga fyrir framhaldsskóla til að lesa miklu frekar heldur en með fullri virðingu fyrir öllum þeim íslensku samtíma skáldsögum sem hafa verið notaðir í sama augnamiði hingað til. Þannig að ég held að þetta sé eitt af því sem við þyrftum að huga að. Það hefur tekist ótrúlega vel á Íslandi og það ekki tilviljun, það var fólk sem barðist fyrir því að fá glæpasögur viðurkenndar sem alvöru bókmenntir. Arnaldur Indriðason á leslistum í grunnskólum og í framhaldsskólum og í háskólum. Það skrifaðar að lokaritgerðir í háskólanámi og svo framvegis. Þetta gerólíkt því sem var fyrir 20-30 ára síðan. Það finnst það ekki tekist að veita ungmenna og unglingabókmenntum sama sess sem fullgildri bókmenntagrein við hliðina á öðrum bókmenntagrein. Og ég held að þetta sé eitt af því sem mætti huga að. Þá komum við að bókakompónum. Ef við förum í grunnskólana og þar hefur Hjalti Freyr Magnússon skrifað prýðilega ritgerð þar sem hann rannsakar þetta. Og hér tilvitnun í kennara, þetta auðvitað tilbúið nafn eins og alltaf, en Einar hann sagði að breytingar á bókavæli væri tíðar í hans skóla, en að það sem væri til í bókakompuni væri veigamikill þáttur í því hvað væri kennt. Bara það til dæmis bókakompurnar sem við erum hérna með, við fáum leyfi til að kaupa ákveð mikið magn af bókum á ári og svona, það er misjafnt frá ári til árs, hvað mikil peningar í svona sjóðum til að kaupa bækur. Og í einum þessara skóla sem að Hjalti rannsakaði þá var svo saga af því að kennararnir voru leiðir á því að kenna sömu 30 ára gömlu skáldsögunar aftur og þá farið bókakompuna. Og niðurstaðan var svo að þar fundust bekkjasett af skáldsögu Einars Más Guðmundssonar Vængjasláttur í þakgreinunum sem kom út 1983. Og að sjálfsögðu þá tókst mjög illa til við að
að vekja áhuga 10. bekkinga á þeirri skáldsögu. Það tókst ekki einu sinni að vekja verulega mikinn áhuga með bókmenntaunninda á henni þegar hún kom út 1983. En það er sennilega allir búin að gleyma því. Mér finnst þetta, ég veit að þetta er svolítið hlægilegt, en þetta er mjög sorgleg saga í raun og veru. Vegna þess að kennararnir þekktu ekkert þessa bók. Þeir voru ekki að endurnýja námsefnið vegna þess að þetta væri bók sem að þau brunnu fyrir að kenna. Þetta var einfaldlega bókin sem var til í bókakompani. Þetta voru bekkjasettin. Og síðasta ritgerðin sem ég ætla að nefna er eftir Andreu Rós Óskarsdóttur og hún rannsakaði yndislestur í 2 íslenskum grunnskólum og ég talaði hérna að það væri algert frelsi í bókmenntavali áðan, en það eru þetta algert frelsi kennarana, ekki nemendana eins og Hjalti sagði og það eru þetta sjálfsagður hlutur, kannski sérstaklega í unglingaskóla að nemendur hafa ekkert það að segja hvaða bækur þeir lesa, en er það svo sjálfsagður hlutur? Því það kemur ljós þegar að Andrea ræðir við bæði kennara og nemendur að þar sem að nemendur fá einhver áhrif á það, hvaða bækur það eru sem þau lesa, fá að lesa bækurna sem þau eru að lesa hvort þið er. Ég var að kenna í endurmenntun framhaldsskólakennara daginn og ein mótrökin við þessu voru þá velja krakkarnir bara í yndislestri bækur sem þau eru hvort þið er búin að lesa. Og hvað með það? Er það ekki bara frábært? Þau lesa þá kannski aftur. Eitt af því sem við höfum alls ekki rými til að gera í íslensku skólakerfi frá grunnskóla upp í háskóla er að þjálfa fólki að lesa bækur aftur. Þannig að, bara að taka þetta saman og það sem að ég hef séð bæði frá því sem við höfum verið að rannsaka, því sem að þessi nemendur sem ég nefni hérna sem hafa verið að rannsaka, að bókakostur grunnskólana er allt of rýr, bæði í bókasöfnunum og í bókakompunum og hann er of gamall og hann er of kennaramiður. Barna, unglinga og ungmennabókmyndir, það njóta ekki virðingar sem alvöru bókmyndir og hér getum við held ég tekið ris glæpasagnanna aðeins okkur til fyrirmyndar. Og þetta algera frelsi sem að íslenskir bókmenntakennarar njóta, að það getur snúist upp í andstæðisuna. Ef að hefðin ræður á miklu, ef að fólk er ekki nógu meðvitað aðra möguleika heldur en að kenna það sem alltaf hefur verið kennt. Hér væri frábært tækifæri að segja brandara talningu í Borgarnesi og hefð og hlutin har alltaf verið svona, ég ætla að láta það vera. Og síðustu, að það er þetta með að bókmenntavalið er of kennaramiðað, það á ekki algjör að vera nemendamiðað. Við ætlum ekki að sitja upp með skóla þar sem að stór hópur nemenda les bara Gæsahúð 1-10. En það þarf að finna einhvern jafnvægi milli þess hvaða bækur við viljum að nemendunum lesi og þeirra bóka sem að þau vilja lesa sér til gamans. Það lærir enginn að lesa sér til gagns nema að lesa sér til gamans fyrst. Takk. Takk fyrir, kærlega. Við erum komin á þann stað í dagskrána þar sem við fáum Renötu Emilsson Peskova til þess að tala tungumála sjálfsmyndir og skólareynslu fjöltengdra nemenda. Ertu velkomin og gjörðu svo vel. Takk. Góðan dag, hér Renata, nýbakaður doktor og ég starfa sem aðjunkt í faggreinadeild á menntavísindasviði og gaman að sjá kollega mína hér líka í dag. Erindi mitt byggir á doktorsritgerðinni og heitir skólareynsla fjöltengdra nemenda, fjöltilviksrannsókn frá Íslandi. Leiðbeinendur mínir voru professor Hanna Ragnarsdóttir og professor Lars Anders Gulbrandstad. Auk þeirra var í doktorsnefnd professor Birna Arnbjörnsdóttir. Í erindinu í dag verður stuttlega fjallað fjöltengi á Íslandi, helstu hugtökin í rannsókninni tungumála sjálfsmyndir og skólareynsla og síðan aðeins niðurstöður og ályktanir út frá rannsókninni. Ísland er orðið fjölmenningarlegt og fjöltengt samfélag.
Tungumál gegna ýmsum hlutverkum í samfélaginu. Íslenska og íslenskt táknmál eru formlegt tungumál á Íslandi. Norræn tungumál hafa sérstakan sess vegna tengsla við Norðurlönd. Enska hefur sérstöðu sem tungumál tækni, viðskipta og menntunar. Og pólska töluð af stærsta minnihlutahóp á Íslandi og oftast eru mikilvæg skilaboð og skjöl þýtt í hana. Sum tungumál eru kennd í formlegu skólakerfi, önnur eru kennd í óformlegu umhverfi móðurmálsskóla og notuð í innflytjenda samfélögum. Það bil 20% íbúa eru af erlendum uppruna. Það eru innflytjendur, flóttafólk, önnur kynslóð innflytjenda og aðrir. Í íslenskum leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðvum eru töluð fleiri en 100 tungumál, en samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla virkt tvítingi eitt af menntunarmarkmiðum fyrir tvítyngd börn. Á glærunni sést tungumálakort sem var unnið í tilefni alþjóðadags móðurmáls 21. febrúar síðastliðinn í samstarfi verkefnis Fljúgandi teppi, Reykjavíkurborgar, Menntavísindasviðs og móðurmálssamtaka tvítingi. Leikskólakennarar, grunnskólakennarar og starfsfólk í frístundamiðstöðvum voru beðin að spjalla við hópana sína móðurmál og skrá tungumál sem töluð voru af börnum og nemendum. Tilgangurinn var að auka meðvitund tungumál meðal barna og kennara en einnig að fá tölulegar upplýsingar raunverulegan fjölda tungumála sem töluð eru á landinu. Tungumál voru síðan skráð í gagnvirkt Google-kort og með því að smetla á einstaka leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðvar hægt að sjá hvaða tungumál eru töluð í þeim. Þarna litakódun, leikskólar fá annan lit heldur en grunnskólar. Hægra megin leiðarvísir stuðning við móðurmál og virkfjöldingi í skóla og frístundastarfi sem var gefin út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu vorið 2020 og hann inniheldur rök og ráð stuðning við öll tungumál barna og nemenda. Bæði verkefnin eru aðgengileg á vefsíðu móðurmálssamtakana. Rannsóknin mín var eigindleg fjöltilviksrannsókn en hún tengdi nokkur fræðasvið, fjölmenningarmenntun, annarsmáls, móðurmáls og tvítingisfræði, en einnig kennslufræði og tungumálastefnur fjölskyldna. Nemendur í rannsókninni voru 5 á aldrinu 9 til 12 ára og þeir töluðu 5 mismunandi tungumál. Báðir foreldrar þeirra voru fæddir erlendis og töluðu sama tungumál en nemendurnir fæddust á Íslandi og öll leik- og grunnskólaganga þeirra átti sér því stað hér á Íslandi. Þeir sóttu móðurmálsskóla í sínum móðurmálum helgar. Hér sést uppbyggingin hvers tilviks en auk tveggja viðtala við nemendur teiknuðu þeir líka tungumála sjálfsmyndir og ég tók viðtöl við foreldra, móðurmálskennara og bekkjarkennara þeirra. Síðan voru viðtölin greind með þemagreiningu. Meginrannsóknarspurning var samspil milli tungumálaforða fjöltyngra nemenda og skólareynslu þeirra. 4 undirspurningar voru eftirfarandi: hvað segja fjöltyngdir nemendur sína tungumálanotkun? Hvernig lýsa fjöltyngdir nemendur skólareynslu sinni? Að hvaða leyti taka kennarar mið af og byggja ofan á auðlindir fjöltyngda nemenda? Og hvaða hlutverk hafa tungumálastefnur fjölskyldna í skólareynslu fjöltyngdra nemenda? Fjöltyngdir nemendur hafa misjafna færni í tungumálum sínum. Tungumálin í tungumálaforða einstaklings eru jöfn að því leyti að þau hafa sinn tilgang í lífi einstaklingsins. Ég nota hugtakið fjöltyngdur nemandi til að vísa til nemenda sem tala móðurmál sitt með foreldrum sínum, íslensku í skólanum og sem nota tungumálaforðan sinn á margvíslegan hátt. Tungumálaforði einstaklings inniheldur öll tungumál og mállýskur sem hann hefur á valdi sínu að einhverju leyti. Einstaklingurinn getur lært nokkur tungumál með mismunandi færni og nota þau í margvíslegu tilgangi.
Hann virkur notandi sem virkjar hvert tungumál eftir reynslu sinni og kringumstæðum. Tungumálaforði heldur áfram að breytast alla ævi. Hann samþættur, samtengdur og dreifður á ójafnan hátt. Fjöltingi færnin til að byggja á og virkja tungumálaforðan og að nota hann fyrir samskipti og miðlun. Það lifandi og flókið félagslegt og persónulegt ferli sem snertir menningar, félags, vitræna og akademíska þætti tungumáls og það dýrmætt fyrir einstaklinga og samfélög. Sem markmið menntunar fjöltingi eftirsóknarvert afrek skólagöngu. Tungumála sjálfsmyndir í þessari rannsókn eru tengsl á milli sjálfs- og samskipta leiða. Þessi tengsl tjáð í gegnum færni, tengingu við tungumál og arfleið. Færnin vísar í tungumálahæfni, tenging segir viðhorf og tilfinningar tungumálið og arfleiðin lýsir fjölskyldutengslum við tungumál. Þið sjáu þér svolítið föst í hugtökum og fræðunum ennþá, en mér finnst mikilvægt að útskýra þessi hugtök bara til að hafa sameiginlegan skilning á því hvað tungumálafærni, hvað tungumála sjálfsmynd, hvað fjöltingi og svo framvegis. Þið afsakið það. En tungumála sjálfsmyndin hefur í þessari kynningu líka aðra merkingu. Í víðari skilningi það hvernig nemandi tengist tungumálunum sínum, en í öðru skilningi þá eru tungumála sjálfsmyndir sköpunarverkið þar sem nemandi teiknar tungumálin sín í fígúru sem táknar hann sjálfan, tengir tungumál við liti, líkamshluti og ákveður hversu stórt pláss tungumálin nemur í líkamannum. Það sést á tungumála sjálfsmyndum hér á glærunni að nemendur hafa gefið móðurmálum sínum og íslensku jafnstóra fleti sem táknar jafnstóra merkingu í lífinu þeirra. Enska fær misjafnlega stór rými í fígúrum og önnur tungumál sett oftast í fingur og hendur. Og svo voru nemendur að útskýra fyrir mér hvernig þau veldu litina, af hverju, hvernig þau tengja litina og tungumálin, af hverju tungumálin í fótunum eða maganum eða höfðinu og af hverju svona stórt eða lítið. Þannig að sem dæmi hérna númer 2, það sést að litháíska og íslenska að speglast í líkamannum, hafa svona jafn stóra merkingu í lífi þessa barns. Jákvæð skólareynsla viðurkennir nemendur eins og þeir eru. Hún stuðlar að þátttöku þeirra í námi, mótar viðhorf þeirra og valdeflir þá fyrir framtíðina. Skólareynsla á sér stað aðalega í formlegu skólakerfi, en hún líka nátengt óformlegu námi í móðurmálsskóla og námi sem fer fram á heimilum og í öðrum námsrýmum. Hugtakið skólareynsla tengist vellíðan, árangri, tungumálaforða nemenda og valdeflandi kennsluaðferðum. Ég líka með nokkur brot úr viðtölunum við nemendur. Ég valdi þau bara til að sýna ykkur hvernig íslenska kom fram í þeim viðtölum. Það var mjög greinilegt að nemendur höfðu mjög jákvæð tengsl við íslensku og kunnu hana vel og þeim fannst þeir tilheyra samfélaginu hér á Íslandi. Fyrsta hérna, hvaða tungumál talar þú heima? Albönsku, stundum íslensku. Það, við hvert talar þú íslensku heima? Bara ennetu, mömmu og alla hérna sko. Skilja allir í fjölskyldunni íslensku líka? Já. Þannig að þið geti talað bæði tungumál? Já. Svo Martína, viltu læra meira af litháísku og meira af íslensku? Hvort? Já, íslensku. Mig langar að vinna, mig langar að vera kennari. Já, það í grunnskóla eins og þessum? Já, og þá bara hérna á Íslandi? Já, viltu búa hér? Já. Hvaða tungumál talar þú best? Spænsku eða íslensku? Ég held, ég ekki viss, en úr því ég tala bæði mjög vel. Ég gæti sagt á spænsku. Ég tala hana við foreldra mína og tala hana oftast, en ég gæti líka sagt íslensku og ég tala hana í skólanum. Finnst þér að þú talar bæði tungumál jafn vel? Já.
Í fjölskyldu Eraks, það var fyrsta viðtal, var töluð einungis albanska, það var mjög sterk tungumálastefna á heimilinu að tala aðeins albönsku, en hann samt sem áður kom með íslenskuna inn á heimilið sitt og mér fannst það áhugavert af því að hann á bæði tungumál, hann á bæði íslensku og albönsku, þannig að hann vildi einhvern veginn skapa rými heima hjá sér líka fyrir íslenskuna. Martína sagði að henni finnst skemmtilegra að lesa á íslensku heldur en litáísku. Greinilega fekk hún meiri þjálfun í því og þetta var aðgengilegra fyrir henni. Safíra, hún var í alþjóðadeild en hún sá framtíðina sína hér og lagði rosalega mikla áherslu á að læra íslensku, var mjög sjálfstæður nemandi í því námi. Og Klöru fannst að hún alveg jafnvík á báðum tungumálum. Samspil tungumálaforða og skólareynslu fjöltyngra nemenda átti sér stað innan nemenda í mótun tungumála sjálfsmynda þeirra. Samspilið endurspeglaðist í námsrýmum þeirra. Í hugum þáttakenda voru tungumál þeirra alltaf til staðar og virk. Samspilið í skólum átti sér stað til dæmis í kennsluaðferðum, samskiptum kennara og foreldra, tungumálalandslagi í skólabyggingum, í tungumálastefnum og framkvæmd þeirra. Undir hagstæðum kringumstæðum eins og þessi rannsókn sýnir að hluta meta nemendur og nýta tungumálaforðan sinn sem í samhljómi við skólareynslu þeirra. Tungumálaforði sé viðurkenndur, sýnilegur, í þróun samkvæmt tungumálastefnum og í samstarfi við innflytjenda foreldra og til staðar í kennsluaðferðum. Undir óhagstæðum kringumstæðum þá gjá á milli tungumálaforða og skólareynslu. Kennarar líta á sum tungumál nemenda sem óviðeigandi og nemendur verða feimnir við að nota tungumálin sín og missa hvatningu að læra þau. Þannig skapast og viðurkennist ójöfn staða og ójafnt gildi tungumála í skólum. Í þessari rannsókn var gjáin ekki innan nemenda heldur utan þeirra, í námsrýmum þeirra. Kennarar voru velviljugir en áttu ómarkvissa nálgun til tungumálaforða nemenda. Ég fann nokkur jákvæð dæmi hvernig kennarar byggðu ofan á tungumála og menningar auðlindir nemenda. Og einnig nokkur dæmi jákvæð og uppbyggileg samskipti kennara við foreldra. Ég fann jafnvel sjaldgæf dæmi hvernig brýr á milli móðurmálsskóla og grunnskóla geta verið til hins góða. Ég sýni mikilvægi óformlegra námsrýma eins og móðurmálsskóla og framlag þeirra til menntunar og fjöltyndslæsis nemenda. Móðurmálsskólar leika í lífum fjöltyndra nemenda og fjölskyldna þeirra mikilvægt hlutverk. Kennara vandaði menntun og endurmenntun sem hefði hjálpað þeim að takast á við fjölbreytta fjöltynda bekki. Kennarar byggðu kennslu sína ekki á gildandi tungumálastefnum og rannsóknum. Þeir byggðu kennsluna frekar á eigin auðlindum en á tungumála auðlindum nemenda sinna. Kennararnir nálguðust fjöltynda nemendur í bekkjum á sama hátt og alla nemendur. Oftast voru bekkjarkennarar ekki meðvitaðir námsmarkmið foreldra fyrir börn sín varðandi læsi í móðurmálunum. En til umhugsunar, allir nemendur í rannsókninni áttu jákvæða fjöltynda sjálfsmynd og jákvæðar hugmyndir öll tungumál sín. Þeir vildu vera góðir nemendur og ná árangri í skólanum. Þeir sömdu tungumálanotkun sína við foreldra að einhverju leyti en sjaldan við kennara sína. Tungumálastefnur heimila jöfnuðu út áherslu skóla á íslensku og gerðu nemendum kleift að móta sterkar fjöltynddar sjálfsmyndir. Árangursrík samskipti kennara og foreldra af erlendum uppruna á jafningjagrundvelli voru mikilvæg fyrir skólareynslu nemenda. Og ég veit að það sem ég að segja ekki alveg eins og það sem á glærunum, en það allt í lagi. Og það mikilvægt að ræða tungumálanotkun í skólum á faglegum forsendum út frá gildandi lögum, rannsóknum og tungumálastefnum, en ekki banna tungumál út frá sterkari valdastöðu.
því það stangast á réttindi barna að nota og þróa tungumálin sín. Það mikilvægt fyrir alla nemendur að ná aldurstengdum viðmiðum í íslensku, en einnig að njóta þess að vera fjöltengdir og að tilheyra íslensku samfélagi og samfélagi foreldra sinna. Fjöltyngi felur í sér menntagildi fyrir öll börn í nútíma samfélagi og það ekki síður mikilvæg færni fyrir framtíðina. Takk fyrir. Þakka að kærlega fyrir. Þetta alveg einstaklega góður árangur hérna í að tala hratt og skýrt og hvera á hróskili fyrir það og einnig mjög áhugavert það sem að koma hérna fram úr þessum nýju rannsóknum. Síðasta manneskjan sem flytur hér erindi í dag Halldóra Sigtryggsdóttir. Hún fjallar markvissa málörvun í leikskóla, enda hún leikskólastjóri. Gjör svo vel. Þessu Í lagi bara að taka þetta hérna út. Já. Og hérna. Og hafa þetta svona. í mín vegna. Já, það er ekkert spennandi þarna heldur. Ég var að spá að auglýsa betur íslenskan.is en það er komið fram. Takk fyrir. Takk fyrir og ég heiti, eins og hún sagði, Halldóra Sigtryggsdóttir og leikskólastjóri hérna í Reykjavík. Og í þessu erindi ætla ég að ræða mál og læsi í leikskóla og mikilvægi þess að vinna markvisst að auknum orðaforða barna á leikskólaaldri. Leikskólinn fyrsta skólastigið og á þessum tíma eru börn á máltökuskeiði og bæta jafnt og þétt við sig orðum. Því mjög mikilvægt að örva þau og gefa þeim ríkuleg tækifæri til að prófa sig áfram og leika sér með tungumálið. Í lögum leikskóla segir að meginmarkmið uppeldis og kennslu á þessu skólastigi sé meðal annars að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku. Þættir máls og læsi sem unnið með í leikskóla eru orðaforði, málskilningur, máltjáning, frásagnarhæfni, hlustun, hljóðkerfisvitund og ritun. Rannsóknir sýna að það verða mjög örar framfarir á málþroska barna á aldrinum 3 til 6 ára. Á þessum aldri verja börnin stórum hluta vökutímans í leikskólanum og því ábyrgð leikskólans mikil. Mikill munur getur verið á málþroska barna á þessum aldri, meðal annars á orðaforða, tjáningu og skilningi. Samkvæmt erlendum rannsóknum megin orsök einstaklingsmunar í málþroska ekki af líffræðilegum toga, heldur mismiklu og misfjölbreytilegu málumhverfi og misgóðum aðstæðum barna til að efla málþroska sinn, heima og í skóla. Í Bandaríkjum og Bretlandi hefur verið sýnt fram á sterkt tengsla einstaklingsmun í málþroska barna með menntun og efnahag foreldra. Það hafa ekki verið gerðar margar íslenskar rannsóknir á þessum einstaklingsmun, en í rannsókn sem Hrafnhildur Agnarsdóttir og fleiri gerðu var marktæk fylgni milli orðaforða 4 og 6 ára barna og menntunar móður. Af þessu má draga það ályktun að málumhverfi og málfyrirmyndir barna á þessum aldri geta skipt sköpum í framförum á málþroska barna á leikskólaaldri. Í leikskólanum leggjum við grunn að þroska barna sem býr þau undir lestrarnám seinna meir og hugtakið bernskulæsi notað yfir það ferli. Bernskulæsi felur í sér skilning á læsistengdum hugtökum og nær til hefðbundinna læsisþátta, svo sem hljóðkerfisvitundar, bókstafaþekkingar, umskráningar, orðaforða, málskilnings og ritunar. Reynslu heimur barnanna skiptir miklu máli. Hvað lesið fyrir þau, hvort áhugi þeirra á læsi sé vakinn og tækifæri þeirra til að rannsaka ritmálið. Með markvissri vinnu, þar sem lögð áhersla á að efla mál og læsi allra barna, stuðlar leikskólinn að því að jafna tækifæri þeirra til að ná árangri í áframhaldandi námi og virkri þátttöku í samfélaginu. Læsi einn af grunnþáttum menntunar og mikilvægur þáttur til samskipta. Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu og leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá sig á fjölbreyttan hátt. Því ber starfsfólki að skapa aðstæður fyrir börn að fá tækifæri til að tjá sig með fjölbreyttum hætti,
kynnast tungumálinu, hlusta á sögur og ævintýri, þulur og öðlast skilning á rita mál og táknaði merkingu. Við reynum að nýta öll tækifæri sem gefast til að auka orðaforða, hugtakaskilning og málvitund barnanna, því málþroski gegnir afar mikilvægu hlutverki í alhliða þroska þeirra. Leikurinn er einn helsta kennsluaðferðin í leikskólanum, bæði skipulagður og frjáls. Almennt er unnið að auknum orðaforða og málnotkun í öllum aðstæðum. Þegar börn eru í skipulögðum samverustundum, söngstundum og hópastarfi sem síðan færir sig inn í frjálsa leikinn hjá þeim. Þau eru eins og upptökutæki, hlusta á það sem fer fram í kringum þau og færa það inn í leikinn hjá sér. Og í hlutverkahorni eiga sér stað ótrúlegustu leikir, þar sem að börnin leika aðstæður sem þau taka þátt í, bæði heima hjá sér og í leikskólanum. Ég varð að vitna ótrúlega skemmtilegum og áhugaverðum leikjum sem börnin búa til og oftast snúast leikirnir það sem stendur börnunum næst. Atriði úr bókum eða ævintýrum sem þau heyra, upplifanir úr leikhúsferðum eða umræður við mataborðið, hvort sem heima eða í leikskólanum. Í þessum aðstæðum er gott fyrir kennara að vera virkur hlustandi og taka þátt í leiknum. Hlutverk kennarans getur verið meðal annars að dýpka orðaforðan í þeim samskiptum sem eiga sér stað í hverjum leik fyrir sig. Sérstaklega ef kennarinn hefur verið þáttakandi í því sem að framfer, verið með í leikhúsferðinni eða verið að vinna með bókina sem að leikurinn snýst um. Að sama skapi leggjum við mikla áherslu á að kennarar tali við börnin í öllum aðstæðum, setji orð á allt sem þeir gera, þeir eru í raun að tala sig í gegnum aðstæður. Við mataborðið er betra að spyrja hvaða áleiku viltu? Viltu ost eða skinku? En ekki segja viltu svona eða svona? Þannig að við þurfum að krefja börnunum svör og leggja áherslu á að auka statt og stöðugt virkan orðaforða barnanna. Með virkum orðaforða á ég við þann orðaforða sem börnin eru búin að tileinka sér og byrjuð að nota. Samvinna heimilis og skóla er mikilvæg og að upplýsingar það sem framfyrir leikskólanum berist heim til barnanna. Myndir og fréttir úr leikskólanum geta hjálpað foreldrum við að rifja upp og ræða við börnin leikskóladaginn. Hvaða lög eru sungin og hvaða bækur eru lesnar er gott að senda heim svo foreldrar geti rætta við börnin sín og þar með lagt áherslu á sama orðaforða og verið að vinna með í leikskólanum. Endurtekningin skiptir máli og að börnin fái tækifæri í ólíkum aðstæðum að tileinka sér ný orð. Þegar leikskólastarfi er skipulagt er mikilvægt að hafa barnahópinn í huga, því hóparnir eru fjölbreyttir og þarfirnar ólíkar. Við þurfum að vita hvað markmiði við stefnum og hvaða leiðir sé best að fara til að öll börn geti verið virkir þáttakendur í leikskólastarfinu. Síðastliðin ár hefur tvíeða fjöltengdum börnum fjölgað töluvert og í Reykjavík eru þau 25% leikskólabarna. Það er því nauðsynlegt að taka einnig tillit til þeirra varðandi málurfun og íslenskan orðaforða. Að nýta myndir, tákn og hreyfingar nýtist öllum börnum, ekki bara þeim sem að læra íslensku sem annað tungumál. Fyrir nokkrum árum var ég á deild þar sem voru 20, 4 og 5 ára gömul börn og þetta haustið hafði tví- og fjöltengdum börnum fjölgað. Töluvert og voru þau 9 á deildinni. 5 af þeim voru nýflutt til Íslands og töluðu lítið sem enga íslensku. Svo við ákváðum að taka myndir af öllu dóti sem tilheyrði á deildinni og við bjuggum til svona orðabanka og við hengdum hann upp á vegg í hæð barnanna. Þarna voru þau komin með ákveðin verkfæri í hendurnar til að geta sýnt og sagt hvað þau vildu gera. En það sem var áhugavert við þetta var að börnin sem höfðu íslensku á móðurmáli þau nýttu þetta alveg jafn mikið. Í dag er ég leikskólastjóri þar sem fjöldi tví- og fjöltengdra barna er 90%. Og skipuleggjum við alla málurfun út frá því. Við leggjum sérstaklega áherslu á að auka íslenskan orðaforða barnanna. Við vinnum skipulega á öllum deildum eftir sömu orðaforðaþemum, miðað út frá aldri hverjar deilda fyrir sig. Allir starfsmenn leggja áherslu á sömu þemu í hópastarfi og eru lög og bækur valdar út frá þeim þemum sem eru í gangi hverju sinni. Dæmi þemu geta verið fjölskyldan og ég, árstíður og tímatal, farartæki og samgöngur, heimili og byggingar og svo mætti lengi telja. Foreldrar vita hvaða þema er verið að vinna með í leikskólanum og hvetjum við þá til að vinna með sama orðaforða heima á þeirra heimamáli. Endurtekningin er mjög mikilvæg og eykur líkur á að börnin tileinki sér orðin
og byrja að nota þau. Við byrjuðum í fyrra að nota markvissari aðferðir og með aðstoð talmeinafræðings könnuðum við orðaforða barnanna íslensku að hausti og aftur á vori og það urðu töluverðar framfarir í orðaforða barnanna á íslensku en það sem var einnig áhugavert var að orðaforði barnanna sem höfðu íslensku á móðurmáli jókst töluvert líka með þessari markvissu vinnu. Við erum í ákveðnu samstarfi vegna þess að við teljum líka skipta máli að grunnskólinn sem tekur við börnunum okkar viti hvernig við vinnum og viti út á hvað okkar starf gengur og við erum að reyna að samræma pínu aðgerðir líka þannig að grunnskólinn geti líka svolítið tekið komið til móts við þau þegar þau koma. En mér langar að enda þetta erindi mitt af smá dæmi úr leikskólalífinu. Fyrir nokkrum árum var ég að vinna í leikskóla sem vann eftir kennsluefninu Ótrúlegur ævintýrin og eitt af markmiðum þessa kennsluefnis er að efla málvitund nemenda, auka orðaforða þeirra, málskilning og leikni í að tjá sig á fjölbreyttan hátt. Unnið með sömu þjóðsöguna eða ævintýrið heila önn frá janúar og fram í maí. Sagan fléttast inn í allt starf leikskólans og meira segja alla leiðin inn í eldhús þegar matráðurinn tók þátt og bjóð til alls konar steikur í takt við gilitrutt eða búkollu eða hvað það var. Lagt upp með að lesa söguna eins og hún kemur fyrir í bókinni og fara yfir öll þau orð sem börnin ekki skilja eða átta sig á. Við sendum einnig heim orðskýringar til foreldra svo við séum að nota sömu útskýringar heima og í leikskólanum. Þarna sama bókin lesin aftur og aftur á ólíkan hátt af öllu starfsfólki í 5 mánuði. Hún líka lesin heima, endurtekningin skiptir máli. En þennan vetur vorum við að vinna með gilitrutt. Við vorum búin að lesa söguna, skapa árinni, fara í vettvangsferðir og fleira. Sagan var farin að festa sig í veggjum leikskólans og flæddi út allt. Börnin voru farin að leika hana bæði úti og inni og prófa sig áfram og reyna oft að nota ný orð sem þau læra í ólíkum aðstæðum. Einn daginn, ég hugsa þetta hafi verið að voru, þetta var kannski í apríl, þá kemur ein móðir til okkar og segir, ég veit nú ekki alveg hvað mér finnst þetta. En frábært að sonur minn að auka við málþroskan hjá sér, en í alvörunni, hann spurði mig, þegar ég vildi ekki halda honum á leiðinni heim, mamma, ert þú núna duglaus og dáðlaus eins og konan í sögunni? Takk fyrir mig. Dásamlegt. Endurtekningin skiptir máli og þegar þú varst að segja þetta, endurtekið, þá kom upp í huga mér saga af barni sem ég fór eins og með í fjöruferð og það var nesti í fjöruferðinni og því var pakkað inn svona samlokum í plast. Þetta var náttúrulega ekki núna í september, náttúrulega plastlaus september, en þetta er fyrir svolítið löngu. Og svo erum við búin að vera þarna í fjöruferðinni, horfa út á hafið og hafa bara nokkuð huggulegt. Og ég segi svona við barnið, heyrðu, hvað var plastið utan af samlokunum? Svo, setta hérna milli hleina. Ég bara, já, og fann plastið og þetta gekk allt mjög vel. En þá rifjast upp fyrir mér að á kvöldagskrá til svæfinga var alltaf verið að syngja litlu fluguna þessar mundir, þannig að endurtekningin skilaði þessu svona skemmtilega. En þá komið að því sem er alls ekki endurtekið efni, það er að veita viðurkenningar fyrir vel unnin störf á vettvangi íslenskrar tungu og Ármann tekur það nú að sér og gjör svo vel. Já, eitt ánægjulegasta sem Íslensk málnefnd gerir er að veita á hverju ári viðurkenningar fyrir frumkvæði í þágu íslenskrar tungu og við ætlum að veita 3 ári í ár og ég ætla að biðja viðurkenningar hafa komið fram. Fyrstu viðurkenningunum hlýtur Ólöf Ása Benediktsdóttir, kennari, fyrir frumkvöðlastarf í íslensku kennslu.
Næstu viðurkenningu fær Sævar Helgi Bragason fyrir frumkvöðlastarf í fræðslu í náttúruvísindum á íslensku. Og þriðju viðurkenninguna hlýtur Retor fyrir frumkvæði í íslensku kennslu fullorðinna innflytjenda. Þá er þetta allt nefnt að fengi á. Þetta er aðeins að taka um þessi. Það er einn liður eftir á dagskrá og það eru léttar veitingar frammi.